það margt sem bendir til þess að stýrivextir Seðlabankans mun ekki lækka, jafnvel hækka og verðbólgan á miklum skriði. Við sjáum það þegar við förum út í búð, við sjáum það þegar við látum umfelga hjá okkur, förum af vetrardekkjum yfir á sumardekk, að það eins og að það leitist allt við að vera á leiðinni upp og stórskuldir einstaklingar, Íslendingar, því við erum það mörg hver. Við hugsum með hryllingi til þess hvernig húsnæðislánin okkar að umturnast og allt það. Og hann kominn hingað, hann Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum. Vertu velkominn. Takk fyrir. Deilirðu með mér áhyggjunum af verðbólgunni og hvað áhrif gæti orðið á áframhaldandi ofurvexti og allt það? Ja, þetta ekki svona falleg sýn sem þú ert með. Nei. Minni mig á hæku íslenska veðrið sem svona að hér árstíðirnar hér á Íslandi eru 3, haust, vetur og von. En í þessu tilviki þetta vera frekar vonleysi. Já, og ég með þess ammæli. Og þetta á ammælistæðin. Og samt talaði svona, takk fyrir. En ég held ég sé raunsær. Og sem sagt, mér sýndist þetta að vera 10-15% hækkun á umfelgun. Einhver sagði að mjólkurlítrinn væri komin upp í 400 kall. Við sjáum þetta allstaðar og við erum með Seðlabankanna með svipuna á lofti. Og kjarasamningar auðvitað í hættu, en það enginn að gera neitt og það svo mín upplifun og sko þegar ég heyri talsmenn ríkisstjórnarinnar segja að þær vonist til þess að verði lækkunar sumarið mikla, þá nákvæmlega ekkert sem bendir til þess. Nei, það er svona, ég vil segja að það sé þungbúin ský á lofti, bara líkt og veðrið í dag. Já. Og veðurspáin fram að helgi, vorhrett á glugga. Sko að við hjá Neytendasamtökunum, við höfum það motto að það getur hver sem bent á vandamál. En að benda á lausnir er færri gefið. Og við vorum með kraftmikla ályktun á aðalfundi samtakana sem var haldin í síðustu viku, segi ég. Og þar bendum við á 5 aðgerðir sem stjórnvöld þyrftu að fara í til þess að draga úr verðbólgu. Það að gera alltaf sama hlutin og halda hlutinni breytist, það er náttúrulega merki galskap. Það að halda stýrivöxtum á Íslandi háum ekki einungis ósanngjarnt gagnvart hinum skuldandi almúga. Það að segja, það bitnar bara á þeim sem að borga af lánum og af þeim sem að leigja, og það sem leiguverð oft bundið verðbólgu. Þannig að sú leið hefur ekkert gagnast okkur. Við bendum á ýmsar leiðir í ályktuninni eða aðalfundur Neytendasamtakanna, og meðal annars bara að stjórnvöld réðust í þær ábendingar sem koma fram í nýrri skýrslu Neytendasamtakanna vátryggingamarkaðinn, sem eru í 7 liðum. Þá telst okkur til að verðbólga geti lækkað svona 0,3–0,4% og það skili líka sér í lægri iðgjöldum til heimilana, og það getur numið tugum þúsunda per heimili í lækkun á iðgjöldum. Og þetta eitthvað sem við hvetjum stjórnvöld til þess að fara í. Annað sem við verðum að gera við verðum að setja hámark á raforkuverð til heimila. Þetta hafa samtökin bent á lengi, og slíkt hámark í gildi í Noregi. Og í Noregi greiða heimilin 6 krónur fyrir kílóvattstundina. Það það bil helmingi lægra heldur en að við erum að greiða. Við erum að greiða frá orkusalar hér á Íslandi að rukka svona 10, 11, 12, 13 krónur. Þannig að fast lágt verð fyrir raforkuna, við stærum okkur af því að hér á Íslandi sé raforkuverð lágt. Það ekki það lengur. Nei, það var einu sinni. Það það ekki lengur. Nei. Þess vegna verðum við að ráðast í þetta að lækka raforkuverð til heimila. Það dregur líka úr verðbólgu.
Síðan bendum við á það að fella þurfi niður virðisaukaskatt af hollum matvælum. Uppi eru hugmyndir að setja einhvers konar sykurskatt sem myndi auka verðbólgu. Við leggjum til að draga úr álagningu, að draga úr virðisaukaskatti, fella niður af hollum mat og stýra þannig fólki í hollari neyslu. Samhliða þyrfti að taka upp einhvers konar næringarmerkingar, það sem til dæmis væri hægt að setja upp einhvers konar svona götuljósa, umferðarljósa stýringar, að holl matvara væri merkt með grænuljósi og svona meðalholl væri með guli og svo þessi óholla væri með rauðu. Þannig skilst miklu betra. Ég held það að setja 10% sykurskatt á sykurmikla mjólkurvörur gerir ekkert til þess að draga úr neyslu hennar. En hins vegar myndi svona umferðarljósa stýring gefa fólki tæki til þess að velja rauninni hollari matvöru. Stýra með hvötum fremur en að refsa. Algjörlega. Og samhliða dregið úr ef hún verður gerð ódýrari hollari matvaran, samhliða myndi þá draga úr verðbólgu. Við viljum líka og aðalfundur samþykkti það þá í ályktuninni að draga úr eða fella niður virðisaukaskatt af viðgerðum. Því að viðgerðir eru að leggjast af á Íslandi. Það eru einungis 6 skósmiðir eftir á landinu. Já, og sláandi frétt þarna á daginn á Stöð 2. Ennþá færri viðgerðarstofu sem gera við raftæki. Og rétturinn til viðgerða mikilvægur hringrásar hagkerfinu og það að fara með skóna í viðgerða, það kostar í dag hátt í það sama sem það kostar að kaupa sér nýja og það þá á eftir að taka inn í allan kostnað umhverfisins af slíku. Þannig að við verðum að hvetja fólk til þess að gera við meira. Við megum ekki missa þessa hæfni úr landi að gera við hluti. Síðast en ekki síst þá leggjum við líka til og það hefur við gert lengi að það verði sett þak á innheimtukostnað. Og það eitthvað sem við höfum barist fyrir alveg síðan við í smálánabaráttunni 2019-2020. Það alveg galið að innheimtufyrirtæki geti bara nánast sett lagt hvað sem ofan á skuldir fólks. Jafnvel lágar skuldir 10.000 krónur sem eru kannski búin að sexfaldast á örfáum missinum og það bara algjörlega galið og við viljum að það veri sett hámark líkt og í Danmörku og víðar á innheimtukostnað. Allt þetta leggur inn í púkið og stuðlar að lækkun verðbólgu. Já. Og ég ætla ekki að taka þig úr þeirri gleði sem fylgir því að ef þetta gæti orðið að markmiði og kemist til framvindu þá myndi þetta telja og hafa mikil áhrif og ég vona það svo sannarlega að það verði brugðist við einhverju af þessu. En eins og ég sagði í upphafi, mér finnst eins og að það sé ákveðin græðgi í gangi þarna úti. Mér finnst að það sé engin sáttmáli í gangi það að það séu krítíski tímar. Við sjáum einstaka talsmenn hreyfinga tala fyrir mikilvægi þjóðarsáttar en mér finnst við ekki sjá þá sem reka búðirnar og þá sem eru að rukka fyrir þjónustu. Mér finnst ég ekki sjá þennan skilning hjá þeim. Mér finnst þvert á móti sem að það sé verið að spýta í á þetta bara tilfinning, ég hef hann ekki mælda en það eru margir aðrir sem að fjölmiðlafólk fær alls konar ábendingar frá almenningi og það eru margir sem að deila þessari tilfinningu. Er eitthvað sem bendir til þess að það sé ákveðin svona upplausn og ákveðin græðgi í gangi núna sem að gæti telt bara öllu í voða? Ég held að það gæti vel verið og þess vegna fagna ég því að Samkeppniseftirlitið fékk þarna aukinn stuðning sérstaklega til þess að skoða matvörumarkaðinn eða dagvörumarkaðinn
og það mjög mikilvægt að á Íslandi sé aðhald mikið. Langt síðan það var? Það var núna fyrir líklega 3-4 vikum. Og fá þér fjárveitingu til þess að kortleggja það hvort það sé ólöglegt samráð á milli? Nei, hvort að álagning sé úr hófi. Hvort hún sé úr hófi. Og fá þér þá heimildir eða rísorsa til þess að skoða kaupa verðið úti, hvaða hækkar mikið í væntanlega, ég veit svo sem ekki hvaða tólatæki þeir hafa en þeir gera það væntanlega, já. Já, ok. Þannig að langt síðan þetta hefur síðast verið skoðað eða? Nú þekki ég það ekki alveg hvernig það en það bara mikilvægt að á hverjum tíma sé sé þetta aðhald mikið og sé að fyrirtækin finni fyrir því að þau geti bara ekki hækkað verður upp úr öllu valdi og að eftirlitinu séu falin raunveruleg tæki og tól og fjármagn til þess að skoða þetta í sífellu og virk samkeppni þarfnast virks eftirlits og ekki síst á Íslandi þar sem fákeppni mikil og þess vegna eru við alveg himinlífandi yfir því að eftirlitið ætlar að fara í þessa skoðun og mun og hafi fengið til þess stuðning. Já, það þó gott en sko þetta með græðgina og þetta með þessa tilfinningu og þetta sé víða sko, við náttúrulega getum ekki svaraði með já eða nei en það ennþá finnst manni eins og það vanti aðeins upp á það að þeir sem tala fyrir þjóðarsáttinni og mikilvægi þess að ná verðbólgu niður að það svolítið eins og að atvinnulífið þarna úti sé ekki alveg með á nótunum og atvinnurekendur eru sumir að segja að þeir neyðist til þess að hækka vöru til þess að brúa auknar launahækkanir. Ekki veit ég hvað satt og í þeim efnum. Nei, það væri mjög áhugavert að fá einhverja greiningu á því hvernig ég vænti þess að Samkeppniseftirlitið meðal annars skoði þetta allt saman. Hver kostnaður markaðarins til dæmis af launum og innkaupum og svo framvegis. Og núna þetta náttúrulega líka keðjur, það að segja að heildsölurnar í eigu þessara keðja líka og ekki nóg með það heldur eru sko líka leigufélögin eru í eigu keðjana þannig að sko fyrirtækjum innan sömu keðju í lóga lagið að stýra álagningunni eða hagnaðinum með því að segja hækka leiguna bara en þannig að arðsemi eins hlekksins í keðjunni sé lítill og þá geta þeir sagt þeir sjá hvað lítill hérna en svo kannski leigufélagið með sem með himinháa leigu til sama innan samstæðunar þannig að þetta eitthvað sem náttúrulega þarf að skoða heildstætt og erfitt að skoða bara eða kasta einhverju fram einhverju einum sannleika bara svona 1, 2 og 3 sko. Þannig að það mjög mikilvægt að þetta sé skoðað ofan í kjölinn og að það sé verulegt aðhald. En nú eru þið hjá Neytendasamtökunum örugglega í töluverðu sambandi við almenning og svona ertu ekki að fá mikið af ábendingu núna óeðlilega verðlagningu? Við fáum alltaf, ekki kannski meira en venjulega. Við fáum alltaf og það kannski hluti af þessu að þetta ekki bara eitthvað einstakt heldur þetta bara viðvarandi. Og við erum bara í einhverju svona endalausu höfrungarhlaupi það sem eða svartapétri það sem allir að reyna að losa sig við svartapétur og enginn vill sitja uppi með hann að lokum og þetta náttúrulega svona hringavitleysa sem og hundur sem býtur í skottið á sér sko. og það svo sem ekkit einhver einföld leið, einhver silfurkúla sem drepur varúlfin sko, í þessu. En við teljum að meðal annars með þessum aðgerðum okkar, þá megi við draga verulega úr verðbólgu og þess vegna leggjum þar fram sem hugmyndir í púkið og ég vona svo sannarlega
að stjórnvöld taki það til skoðanar og setji þær í framkvæmd. Ok, en svo sá ég það líka daginn að þú varst að fá einhverja sporskluði þegar á Neytendasamtökunum frá hvað? Ragnari Þór, félagsmálaráðherra? Já, ég myndi ekki kalla þetta sporsklu. Við fengum, Neytendasamtökin eru með þjónustusamninga við hið opinbera. Við erum með 3 þjónustusamninga eiginlega. Við erum með þjónustusamning vegna neytenda aðstoðar. Við erum með þjónustusamning við ráðuneytið og Evrópusambandið vegna evrópsku neytenda aðstoðarina, þar sem evrópskir neytendur geta leitað til okkar. Lendið þeir í vandræðum á Íslandi og svo erum við og íslenski sem lenda í vandræðum með bílalegu bílinn á Spáni eða hótelið í Þýskalandi eða hvar það nú er og þá getur fólk leitað til okkar með flugfarið sitt sko, sem kannski frá Austurríki til Ítalíu og svo framvegis og þá getur fólk leitað til okkar og við leitum til systustöðvar okkar í Evrópu og allt fer fram á íslensku hér og svo fer það fram á og þau sækja málin í sínum löndum. Við erum með þessa þjónustusamninga og svo erum við með þjónustusamninga varðandi leigjendaaðstoðina. Og hann á svona rætur sínar að rekja til þess að eftir hrun fór leigjendur að hafa mikið samband við Neytendasamtökin og leita aðstoðar og við komum upp mikilli þekkingu innanhús og réttindi og skyldur bæði leigutaka og leigusala og þetta hefur svona aðeins undið upp á sig og sem betur fyrr því að í upphæfi þá var þetta bara mjög lágar upphæðir en núna loksins er komin getum við sett verulegan kraft í leigjendaaðstoðina. Við erum komin upp núna með góða heimasíðu þar sem fólk getur leitað til okkar á íslensku, ensku og pólsku og örlítið á úkraínsku líka og og við munum efla núna í kjölfarið á þessum nýja þjónustusamningi við félagsmálaráðuneytið þá getum við elt þjónustuna enn frekar. Jæja, það er allavega þó jákvætt. Það er bara mjög gott sko. Á afmælisdeginum. En eitthvað að lokum sem að þið langar að segja okkur frá svona úr þínu lífi? Já, úr mínu lífi, við erum núna bara að ganga milli ráðherra með þessar tillögur okkar. Við erum að kynna bæði vátryggingaskýrsluna og síðan erum við og við erum að kynna bæði tillögurnar og vátryggingaskýrsluna fyrir ráðherrum. Og vonumst til þess að einhverjar eða bara allar tillögurnar verði hrundið í framkvæmd. Já, einmitt. Hrind í framkvæmd, sem að víst. Já, ætlaði ekki. En ein lokaspurning, þetta með verðbólguna og íslensku krónuna, af því að við heyrum svolítið að bölið í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðisgreiðslu, þetta megi kenna gjaldmiðlunum. Viltu eitthvað hægt þar út í það? Neytendasamtökin hafa per se ekki tekið neina opinbera afstöðu í því í þessum en svona persónulega þá væri ég til í að svona skoða hvað er í pakkanum sko, áður en að ég mynda mér einhver afstöðu. Ég er svona gagnadrifin og vil taka upplýstar ákvarðanir út frá gögnum og þetta er svona eins og þú sér manneski hinum megin við götuna og helmingurinn segir við þig að hún er hræðileg og hinn helmingurinn segir við þig hún er frábær. Viltu ekki labba yfir götuna og heilsa upp á hana áður en að þú ákveður þig? Jú, einmitt. Heyrðu þið ekki bara að láta það verða loka orðin Breki Karlsson. Kæra þakki fyrir komuna og gangi ykkur vel hjá Neytendasamtökunum. Takk fyrir kærlega. Og gangi ykkur vel, kæru hlustendur áhorfendur sem hafi fylgst með okkur í kvöld. Við setjum punkt og verðum aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Ég vil þakka ykkur öllum viðmælendum
og öðrum velunurum stöðvarinnar og minna á það að það hægt að styrkja okkur á samstöðu.is með að finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og einnig þakka ykkur fyrir að vera duglega að deila efni okkar á félagsmiðlum og svona, það skiptir máli. En segjum þetta gott í kvöld, góða nótt.